Góðan daginn og velkomin hér í Varmárskóla. Gott að sjá ykkur. Ánægjulegt að þegar við séum ykkur fært að koma, þrátt fyrir rosalega gott veður, það er ekki hægt að segja annað, svolítið svona útlenskt veður. En við erum að fagna því hér að hér eru komnar heildarniðurstöður frá Eflu á úttekt Varmárskóla og vildum ekki bíða með þennan fund þrátt fyrir að hann væri boðaður með skömmu fyrirvara. Okkur fannst mikilvægt að koma þessu strax í gang. Það er annar fundur í næstu viku, miðvikudaginn í næstu viku klukkan 6. Þannig að þá var fólk kost á að koma og eins og þið vitir þá er verið að streyma þessum fundi þannig að fólk er nú kannski að fylgjast með heima í garðinu með einhvers staðar. En allavega við dembum okkur bara í þetta og bjóðum fulltrúa frá Eflu að gjöra svo vel. Takk fyrir. Ég lagi standi svona að heyra allir hér um mér. Já, ég heiti Silja Dögg og ég kem frá Eflu verkfræðistofu og Benjamín Ingi er hérna með mér. Og ég ætla að kynna fyrir ykkur niðurstöðurnar eftir heildarúttektin okkar og síðan í lokin ætlum við að svara spurningum og Ben er þá mér til hans tröst með það. Þá bara, hann ætla líka að fletta fyrir mig, er það ekki? Jú, já. Gott hlutverk. Já, gott hlutverk. Þannig að já, við bara flettum og í rauninni ástæðan fyrir því að við erum í rauninni að fara í svona heildarúttekt er að við höfum núna fyrirliggjandi gögn Varmárskóla viðhaldsaðgerðir og það sem að í rauninni þegar við byrjum þá gerum við ráð fyrir að við erum að skoða húsnæði sem er einmitt eins og ég segi, elsti hlutin er í rauninni frá 1964 yngri deild og elsti hluti í eldri deild er frá 1971. Og það má alveg koma fram að því eldra sem húsnæði er, því meir líkur á því þegar séu rakaskemmdir og eitthvað sem það er bregðast við. Og síðan er það líka annað sem er gott að taka fram að þekkingin hérlendis hefur verið rosalega takmörkuð á rakaskemmdum og afleiðingum. Þannig að núna höfum við tækið tól og þekkingu til að bregðast við og við tókum í rauninni Varmárskóla svolítið algjörlega út og fórum í öll rými sem við komumst í. Bara við komumst í öll rými, þetta var kannski ekki alveg rétt orðað hjá mér. En markmið skoðunar okkar var að meta ástand og umfang rakaskemmda í húsum Varmárskóla og meta leiðinni þá innivist og loftgæði. Og líka að því að við vorum með viðhaldsaðgerðir og áætlanir í gangi að samræma það sem við myndum finna við þessar viðhaldsaðgerðir. Þannig að við gætum fengið betri útkomu og betri árangur. Og að jafnframt að leiðbeina í viðbrögðum gegn rakaskemmdum. Ef við finnum eitthvað og þegar við finnum eitthvað, hvernig bregðumst við því og hvernig upprættum við það. Og að lokum að leggja til, ég var að halla mig svo mikið svona upp, er þetta í lagi þið stend svona? Já. Að lokum að leggja til úrbætur og þá að huga að rakaöryggi og betri innivist þegar við förum í úrbætur. Þannig að við rauninni þá miði allar framkvæmdir að því að fyrirbyggja vandamálin í framtíðinni líka. Ok, og þá má Benni fletta. Takk fyrir. Og hvernig við í rauninni aðferðir okkar við rannsóknir hjá okkur í Eflu eru í rauninni margþættar. Við tökum marga þætti og tökum þá saman og skoðum heildarmyndina í lokin. Og það sem við skoðum í upphafi eru teikningar og við skoðum uppbyggingu byggingarhluta, við skoðum möguleika á loftflæði og rakaflæði, byggingareðlisfræði og svona ýmislegt sem við erum að skoða allt, jafnvel áður en við komum í húsið sjálft. Og erum að meta hvað við þurfum að skoða og hvar við þurfum að rakamæla og hvar við mögulega þurfum að taka sýni. Og leið erum við líka að skoða möguleika á loftskiptum og loftræsingu. Síðan förum við í rauninni alla húshluta og rakamælum svo kallað snertirakamælum við alla útveggi, við votrýmum þar sem eru lagnir og bara aðrir staðir þar sem einhver grunur að það gæti verið raki. Og við merkjum inn á teikningar þá staði þar sem þessi mælar sýna okkur hærra gildi. Og það gefur okkur vísbendingu að það er einhver rakavandamál sem við þurfum að skoða. Og við í okkar rannsókn alltaf að leiðarljósi að við þurfum að finna orsökina. Við erum ekki bara að leita að rakaskemmdum, heldur við að finna rakaskemmdar og ástæðuna fyrir þeim þannig að við getum upprætt þær og lagfært. Það er okkar tilgangur. Og í lokin eftir þetta allt saman þá förum við að taka sýni ef við teljum þörf á því. Og við tökum sýni á rakasvæðum eða öðrum svæðum til þess að gefa okkur í rauninni púsluspili á svona heildarmynd sem við erum að reyna að sjá hvernig kemur út. Og í þessu tilfelli tókum við byggingarefnissýni, DNA-sýni og loftsýni og ég útskýri kannski aðeins meira. Benni má fletta takk.
að þetta eru DNA-stróksýni og þetta eru niðurstöður sem við erum með núna úr Varmárskóla. Við tókum 3 sýni í yngri deild og 2 sýni í eldri deild. Og þetta er svona sýni sem að gefa okkur pínu vísbendingar heildarástandið. Og DNA-sýni eru kölluð það vegna þess að það er tekið uppsafnað ryk sem er ekki endilega ryk af fleti sem er hreinsaður reglulega, heldur einhvers staðar við finnum, til dæmis ef við finnum íbúðarhúsnæði þá tökum við að hurðarkarmi. Þannig að þetta er ekki staðir sem við erum að þurrka af hverja einustu viku. Og sjáum í rauninni uppsafnað hvað er í gangi í húsnæðinu. Síðan er þetta ryk í rauninni sent til Danmerkur, verkfræðistofu þar og greint og raðgreint og fundið út í rauninni erfðaefni þeirra lífvera sem við erum að leita og skráð niður í hvað hlutföllum þau koma fram. Og Danirnir hafa útbúið gagnagrunn eða viðmið sem að þeir flokka niður í grænt, gult og rautt og þeirra gagnagrunnur byggir á því að þeir sem lenda grænum megin, það eru þurr og heilnæm húsnæði með engum rakavandamálum og þið sjáu að niðurstöðurnar okkar í Varmárskóla eru að við erum rétt fyrir ofan græna. Það vantar alls staðar herslumun á það að við náum að vera á græna svæðinu og það í rauninni er algjörlega samsvarandi við það sem við erum að sjá út úr sjónrænum skoðunum og rakamælingum og þið sjáum það eftir. Það eru svæði hér og þar, svona staðbundin svæði og síðan einhver svona heildarsvæði sem þarf að bregðast við. Þannig að þetta eru niðurstöðurnar úr DNA-sýnum og þegar við komum á gult þá erum við vísbendingu að það séu rakaskemmdir í húsnæðinu og það þarf að skoða betur til að staðsetja. Þetta staðsetur ekki neitt. Ok, ég kannski leyfi spurningar. Er eitthvað spurningar hér með þetta? Ok. Ein kannski. Já. Þetta er yngri deild, þetta er alltaf efri hæð hússins. Var einhver ástæða fyrir því? Þetta var ekki gert bæði neðri og efri hæð? Já, við tókum að efri hæð. Taka spurninguna? Já, ég þarf að taka spurningana. Takk fyrir að minna það. Það var spurt hvort að það væri af hverju hefur tekið á efri hæð en ekki á neðri hæð líka. Ástæðan var sú að við sáum eftir sjónarskoðun og mat að helsta átsvæði í húsinu væri þakhlutar. Þannig við vildum í rauninni taka sýni á þeim verstu stöðum sem við gátum hugsað okkur með þessa sýnatöku. En þetta er bara eitt púsl í púslspilinu. Og þess vegna tókum við annar hæð, já. Ok. Og þá eru þetta teikningarnar sem við notum til að merkja niður þau svæði sem við finnum einhverja athugasemdir við. Og það er merkt þannig að grænu svæðin á teikningunni er það sem mælist hækkaður raki í gólfi eða mælirnar okkar slá hærra. Rauðu svæðin er það sem eru hækkaður raki í veggjum og bleikt eða fjólublátt, það er í lofti eða loftaklæðningu eða einhver slíku. Og hérna sjáum við í rauninni yngri deild, veit ekki ef ég fer frá hún það hættir að heyrast í mér, en yngri deildin er að þið sjáum að þarna er grænn kjarni í kringum salerniskjarni. Og þá í okkar skýrslu kemur einmitt fram að hér þarf að mynda lagnir og kanna ástandið hér, hvað er í gangi og bregðast síðan við. Þannig að þarna er svæði með rakaskemmdum og síðan er það þannig að, og það kom okkur í rauninni ekkert á óvart, við erum búin að skoða nokkur þúsund hús og við búumst við því að það er hliðar sem snúa upp í áveðusátt, eins og við kallum það, suðaustur, suðvestur. Þar er í rauninni mesta áskorun fyrir byggingar að halda vatni, skulum við segja, og það er akkurat á þeim stöðum sem við erum að sjá að gluggar og annan þéttingar eru að gefa sig og það eru að leka inn. Þannig að það er eitthvað sem það þarf að bregðast við líka. Þið sjáuð eflaust að það er eitt herbergi þarna mjög grænt, það sem er raki í gólfið, þetta er bókageymslu herbergi og það var brugðið strax við þessu í rauninni með því að umgangum þetta herbergi var stöðvaður. En það var áberandi í rauninni versta ástandi í þessu rými. Þetta er undir salerniskjarna og gömul ummerki, það er ekkert leki frá salerninu og að þessu svæði. Þá var það í rauninni bara næst, kannski bara bjóða upp á spurningar strax þegar ég er með þessa teikningur. Eitthvað sem þið viljið spyrja hér, ég get líka spurt eftir. Það er ekkert mál. Hvaða hæð er þetta? Þetta er kjallarinn, yngri deild. Þetta er kjallarinn? Já, Já. neðsta í rauninni. Já. Já, já. Ok. Og þá höldum við áfram. Þá erum við komin upp á fyrstu hæð. Og það er munið að þakið er svona stallað, þannig að það er í rauninni þak þarna yfir þessi lína hérna.
Hún í rauninni skilur af það sem þakið er og það er tekið sýni þarna á þakið, það er opnað upp í af því að við erum líka í þessum skoðunum að kanna uppbygginguna á byggingarhlutunum, hvernig þeir virka. Og síðan eru þessar rakamælingar, þið sjáið aftur þessa enda hérna, þessar hliðar. Hérna erum við að fá vatn inn með gluggum eða einhverju sem þarf að skoða og bregðast við. En við langar til að taka það fram líka að vissulega eru svæði hérna sem við þurfum að bregðast við og þarna stúrbóta. En við erum búin að skoða mjög mikið af húsum og það kom okkur eiginlega svona skemmtilega óvart að umfangið er ekki meira en þetta í þetta gömlu húsi. Þangað til reyndar við fórum að skoða þakið og þá komumst við að því að það er upprunalegt, kannski færi bara næstu. Þarna sjáum við efstu hæðina og þegar við opnum hérna við þak þá sáum við að þakið er barn síns tíma, algjörlega. Það er bara byggt samkvæmt byggingarreglugerð á þeim tíma, uppfyllir ekki okkar kröfur í dag og það er til dæmis ekki rakavörn í þakinu. Og bara það eitt og sér veldur því að ef það eru nemendur niðri og það er að koma raki frá þeim, þá er hætta á því að rakaálag eða raki fari og berist upp í þakgrunni og þéttist þar. Það er samt bara staðbundið, það er ekki alls staðar, bara í vissum álmum. Já, í vissum álmum. Það er í suð-vestur álmunni. Sem að það er mismunandi uppbygging á öllum þökunum. Er þetta þriðja hæðin þá? Já. Og það sem við Efli höfum lagt til er að nú þegar er komið sem sagt á áætlun að þessi þakhluti, suð-vesturhluti, fari í framkvæmd í sumar. Og við höfum lagt til að til þess að ná betri árangri að skoða uppbygginguna og ganga aðeins lengra heldur en áætlaða upphæð til þess að ná góðum árangri og skoða þá líka hljóðvist og bruna og annað öryggi í leiðinni og breyta kannski uppbygginguna á þakinu. Kannski útskýra sýnin, rautt, grænt, Já, þessar. já. Grænt, þegar við tökum sýni, þetta eru byggingarefnissýni. Og þegar við tökum sýni og við fáum í rauninni engin ummerki um einhverja örverur, myglu eða bakteríur eða annað, þá merkjum við grænt. Ef það er einhver grunur um það, eða gró eða annað á sveimi, þá merkjum við gult og rautt ef það er mygla í vexti eða einhverjar örverur sem er að vaxa. Þannig að þetta er það, og við erum að taka í rauninni sýni á þeim stöðum sem við ætlum að það sé eitthvað í gangi. En ekki alls staðar. Nei, við í rauninni förum aldrei í húsnæði og tökum sýni á öllum þeim stöðum sem okkur dettur í hug, af því það er bara ekki hagkvæmt. Nei, það sem var rakið samt. Nei, ekki alls staðar. Við í rauninni tökum, drögum ályktanir út frá hinum sýnunum og aðgerðaáætlun okkar í rauninni gengur út á rakasvæðin, ekki sýnin. Þannig að úrbæturnar snúa að rakasvæðunum og gömlum rakasvæðum líka. Já. Af því að við merkjum inn á þessum teikningum er líka merkt inn á gömul ummerki og einnig bara í sögulegu samhengi hvað hefur verið í gangi. Þannig að aðgerðaáætlun snýr að því. Hún snýst ekki sýnatökuna í rauninni. Hún er bara svona alltaf, eins og segi, púsl í púslspilinu sem við erum að skoða. Einhverjar fleiri spurningar hér? Ég langar kannski að segja, hérna er elsti hlutinn suðvestur. Hérna er það sem við kallum kringla eða miðrými. Þar er líka þak sem hefur leikið okkur tíma og þar erum við líka að sjá að, Benni, þú leiðréttir mig ef ég er að fara með rangt mál, að þar er einhverjir loftunarvandamál líka í þakinu og eitthvað sem þarf að skoða. Og þetta er núna á aðgerðarfasa í rauninni 2 í viðhaldsframkvæmdum. Og síðan er það síðasta hérna norðausturálman, þar er þakið allt öðruvísi. Þar erum við með steypta plötu og í rauninni þak ofan á því, timburþak ofan á því, sem vissulega hefur á einhverjum tímapunkti í gegnum tíðina lekið, sem er núna í 3. fasa í viðhaldi. En við viljum leggja til að við ætlum að laga í sveinsagt að því við erum með plötu á milli, þá þurfum við í rauninni að ráðast í það að stoppa loftleka úr þessu rými og niður í rýmið. Skiljið? Úr þakrými Úr þakrými og niður í starfsrými, kennslustofur. Já. Hvað er lekið þar núna? Það hefur lekið í þakinu. Það er búið að vera að stoppa leka, við sjáum gömul ummerki. Og það er núna á dagskrá, eins og ég segi, í 3. fasa, að þetta þak verið tekið í gegn. En þangað til og í sumar verður lagt til að þétta þarna á milli. Varðandi glugga eins og í vesturálmunni, nú
hefur maður séð gluggana bara alveg morknað eitthvað svona grói. Er það fyrirhugað líka í framkvæmdaáætlun? Já, spurningi var fyrir ekki glimt, þú er alltaf að endurtaka spurningar. Varðandi glugga, að það er eitthvað sjáanlegt í þeim og þú spyr hvort að það sé í aðgerðaáætlun að fara yfir það. Já. Ekki veit mér. Það fara yfir alla glugga og hreinsa, já. Við mælum allavega með því. Já. Jú. Eitthvað fleiri hér? Ég held ég að glimt endurtaka einhverja spurningu á það. En það verður þá bara að leiða það síðar. En er það rétt að þetta kemur í rauninni bara í ljós núna eftir að þessi DNA-sýni eru send út? Já. Nei, býtu. Var vita af þessu áður? Nei, niðurstöðurnar á sýnunum lágu bara fyrir síðustu viku. Já. Við vorum bara búin að skoða. Já. Þá er það yngri deildin, þá er ég búin að sýna eitthvað svona yfirlitsmyndina þar og og eins og segja, aðgerðasvæðin snúa þeir sem er merkt inn á hér. Þá förum við í eldri deildina og byrjum á neðri hæðinni. Þar sjáum við græna bletti og aftur erum við að sjá grænt og raka svæði þar sem hurðir eru að opnast út eða inn. Og það er bara mjög algengt vandamál sem við erum að sjá. Og þá er oft gott, bara eins og hér, að bregðast við því með að fjarlæga dúkinn og setja flísar í staðinn eitthvað slíkt. Þetta er svæði sem er alltaf hægt á að sé raki. En svo þarf að þétta hurðina auðvitað og bregðast við. Já, spurning? Á efstu línunni þá er eins og sé bláað eða eitthvað svona á myndinni og einhverju rauðir flekkir þarna. Er það rakaskemmd eða hvað er þetta? Það er ekki alveg, maður les skýrslu, maður áttast ekki á hvort það sé eitthvað rakasvæði þarna við brúnina eða er þetta... Þetta eru ummerki raka, já, sem þarf að bregðast við. Er það rautt? Já. Er það bláa? Já, sko, rauða er rauninni rakamerki í veggjum. Okay. Við erum ekkert að gera greinarmun á hvort það er neðarlega eða ofarlega. Okay. Blá lína, ég set þetta svona það sem er grunur eldri rakamerki. Það er það sem ég gruna að sé hérna í gangi við útvegginn í gólfinu. Skoðum á eldri byggingum? Á yngri deildinni? Eldri. Eldra, já. Enda er svona hagkvæmara að gera það þegar það verður skoðað þéttingar með gluggum og annað að það sé skoðað í leiðinni. Það er síðan að það er eiginlega bara allar útlínurnar að bæði að ofan og neðanverðu eru rauðar. Já, þú spyr allar útlínur eru rauðar. Þetta er það sem hann merkir inn að það þarf að skoða gluggana. Neðstu botnstykki, ekki rétt með manni, botnstykki í gluggunum. Þessi merking snýr á því. En það er ekki rakið þarna. Ekki veggjum? Nei. Það eru, sko, þetta er aðalega botnstykkin á glugganum hérna, svo ég svari bara alveg af því að ég skoða þetta. Og hér, á sumum stöðum er ég að sjá rakaummerki í sjálfum veggnum. Og ég skrif alltaf þá athugasemd inn á þessa teikningu þegar ég er að vinna þetta. Til að greina á hverjum stað, orsök og hreinsa síðan kjölfarið. Ég held að þurfi ekki að vera alveg svona nálægt. Já, Ég spurning? velta fyrir með stofuna þarna 216 Já. sem er með nummer 6 þarna niðri. Hvað er raunveru, nei það er fyrir neðan. Nei, Nei, þetta er 216 hérna. Já, ok. Já. En hvaða ferli er búið að vera í gangi með þá stofu? Það er eitthvað búið að gera það ekki í sambandi við hann. á síðasta ári var skipt ílögn og dúk og fjarlægt. Og af hverju fannst eitthvað sem sagt það til að vera ástæða til að grípa strax inn í? Já, ég kom inn í fyrra sumar Já. og rakamælti og fann rakasvæði hérna í horninu. Tók sýni hérna á bláhorninu, svona efnissýni eins og Silgi var útskýra. Og það greindist mygla í því undir dúknum. Og það er ekki búið að vera ár síðan að þetta sást eða eitthvað svoleiðis. Af hverju var ekki gert eitthvað strax í og nemendur settir í annað húsnæði með hann? Það er sem sagt, það var tekið sýni fyrra og það var rakamælt hjá árið áður. Já, en þá vaknaði strax grunur að það væri eitthvað í gangi eða ekki? Jú, það voru í gangi. Finnst mér svolítið skrítið að börnin njóti ekki vafans. Ég á son sem er í þessari stofu og ég er mjög ósátt við það að leið að það er einhver vafi að nemendur séu látnir vera áfram í þessari stofu.
og ég veit að fleiri foreldrar eru mjög ósáttir við þetta. En það á við í rauninni bara allt sínu. Já, en þarna strax var komið grunur af hverju var ekki gert þetta Það kom strax. fram í minnisblaði frá ykkur að þið ráðlegu frá því að stofan væri Það er í notkun og samt var hann áfram í notkun. Á meðan það var rannsakað, já, það stendur einmitt á meðan að hlutirnir var skoðar. Þetta er kannski eitthvað bæði skólastjórnunda og annara að af hverju var ekki eitthvað gert strax. Því ég held að við verðum að leyfa þeim að því þau geta ekki svarað þessu. Já, við getum alveg ekki svarað fyrir þetta. Tekið það á eftir. Já, bara upp á svör. Það eina sem við getum svarað er þá faglega og annað Já. og það eina sem ég þekki til að það var farið í drem strax á þeim tíma sem að er þá lokið í rauninni núna. Já. Þannig að við, Stöðva leka. já, til að stöðva lekan inn, já. Var ég búinn, það er, þið sjáuð að þetta er eldhúsið hérna uppi sem er svona grænt á miðjunni og það sem við sáum þar er að gólfefni í rauninni er ekki mjög heppilegt fyrir eldhús, það er svo mikið vatnsálag. Þannig að það er strax komið á dagskrá að vera skipt þetta gólfefni og sett eitthvað vatnshelt á gólfið til þess að koma í veg fyrir þetta í framtíðinni og hreinsa og laga í leiðinni. Fannst örveri vöxtur þarna þá? Já, rautt merkir það. Og þetta er eldhúsið. Já, þetta er eldhúsið við hliðina á 216. Þarna dílarnir þarna í kringum 3, er það að því það var gamla sýnið eða er verið að gefa til kynna það sé aftur eitthvað? Þarna var brotin upp bíla hérna í horninu og sett ný ílöp Já. og hún er að þorna út. Þannig að ég er að mæla í rauninni raka en ástæðan er bara að það er ný ílöp að þorna út. Og þetta er svæði sem að... Er það í samræmi við það sem að þið hefðu haldið ef að þetta hefði verið látið þorna og hafið tekið lengra en einhvers ykkur 3-4 dagar í framkvæmd þessi stofa? Það er alltaf best að leyfa byggingarefnum að þorna sem mest áður að innréttingar eða gólfefni koma inn. En ef við höfum ekki tækifæri að því þá er því oft lokað og fylgst með og það er það sem við leggjum til að við skoðum aftur þessa stofu í sumar, fylgjumst með henni og rakamælum aftur. Og en það er það okkar reynsla er svo að í nýrri ílögn og í nýjum byggingarefnum erum við ekki að sjá að örverur fara af stað strax. Af því að sýrustigið í ílögninni er þannig að það er ekki hliðhollt örverum að vaxa. Þannig að en við fylgjumst með þessari stofu. Algjörlega. Var ég búinn? Hérna hurðirnar eins og áður, já ég var búinn að segja frá því. En hvernig er með lausustofurnar og nú er í inngangum að tala allt húsnæði Varmárskóla hafi verið skoðað en ég gat ekki séð neinu gögnum lausustofurnar 6 eða hvað þeir eru margar svo Brúarland. Einmitt. Málið er að það liggja ekki fyrir loka niðurstöður þar, við gátum ekki tekið heildarmyndina saman og við ákveðum að gefa þetta út samt af því við vildum ekki bíða lengur. En það er búið að skoða það. Þannig að það mun alveg liggja fyrir. Já, það er búið að skoða sem sagt léttustofurnar allar. Ég er ekki búinn að skoða Brúarland eða við. En þetta er, við höfum fengið beiðni að skoða þessi húsnæði og það er á dagskrá. Og ég er búinn að kortleggja raka í léttu hérna og raka skemmtir í léttu skólastofunum. Og við höfum svona lagt fram á hugmynd að vinna þetta með bænum. Það þarf líka þar sumstaðar að ráðast í framkvæmdir. Og við viljum þá bara að þegar þeir opna eða byrja að lagfæra að þá komum við á staðinn og verðum innan handar. Ok, eigum við fletta á efri hæðina? Ég flettar inn. Já, fletta inn. Heyrðu, þetta er efri hæðin, í rauninni það sem við erum núna. Og þið sjáuð aftur þennan enda hérna, eins og með yngri deildina. Og hér þarf einmitt að skoða klæðningu, þéttingu og glugga og hvað er í gangi hérna á þessari hlið. Og aftur er það hurðarnar hérna. Já, spurning. Var einhver pæling að sleppa skrifstofum skólastjórnenda þar sem að það er alveg augljós rakaskemmt þar undir ofninu? Nei, í rauninni alls ekki og við í rauninni gerum ráð fyrir því aðgerðum að það verði tekið líka. Það bara vildi svo ónefnilega til að það er annar lykill af þessum skrifstofum en öllu öðru húsnæði skólans. Og við, já, í rauninni í aðgerðaráætluninni er þetta alveg jafnt og við annað við hliðina. Ekki rétt fyrir? Voru við ekki með frjálsan aðgang að öllum? Jú. Þetta skrifast bara á mig, hreinlega. Það voru hérna báðar skólastýrurnar mér innan handar
og Benni með eftir með mér símanum sko, Já. og hljópar til eða þurfti sko. ég held ég sé ennþá með lykilinn, ég get búinn að skila hann. Ég fekk masterlykil af öllum hurðum í báðum deildum en ekki skrifstofunum þarna inni og ég hefði alveg getað beðið þær bara að opna fyrir mér. Það bara, ég gerði það ekki, fannst ekki tími í það. Þannig að þetta eitthvað sem að þarf bara að skoðast samhliða aðgerðum. Mér finnst mjög líklegt, ég talaði bara dálítið frjálslega, að það geti verið eitthvað hérna af því að það hérna kring. Þarf ekki að vera. En það var svona að reikna með því, með við þennan útvegg þessa staðsetningu að þetta var að skoða líka. Einhverjar fleiri spurningar hér, til að sýna ykkur svo loftsýni og niðurstöður úr þeim. Hérna sjáum við að því að þegar við erum að taka loftsýni þá erum við að fanga gróf sem eru á sveimi og fá þau á spólur. Það er sent síðan til Bandaríkjanna í eiginlega talningu á því sem kemur fram. Og það eru alltaf gróf á ferli út um allt, úti líka, bara í rauninni allan ársins hring nema hávetur. Þannig að við tökum alltaf útisýni til að athuga í rauninni viðmið. Hvað er í gangi úti á þeim tíma sem við erum að taka sýnið. Og við erum alltaf að dreifa grófum út um allt, bara í dag, sérstaklega í þessu veðri. Þá erum við öll með gróf og skónum okkar út um allt, þannig að við þurfum alltaf að hafa eitthvað viðmið til að skoða. Og hérna sjáum við það sem er úti, að þetta Ascospores og Basidospores, þetta er það sem við kallum svona útitegundir og við finnum jafnaði út utandyra, sem að passa alveg við þetta sýni. Og síðan við skoðum þetta niðri, Hybel Fragments 27. Þið sjáum að þetta eru svepphlutar, þetta eru hluti af sveppnum sjálfum. Þannig að það er líka svolítið hátt úti á þessum tíma. Síðan fórum við inn og tókum í yngri deild undir hérna í suðvestur á annarri hæð. Það var það sýni sem að skar sig úr í loftsýnunum og kom okkur raun ekki á óvart vegna þess einmitt að, eins og ég sagði áðan, að það er ekki rakaverð í þakinu. En í rauninni erum við að fá bæði í lofta utan inn og úr þakrýminu inn í yfirrými. Og hérna sjáum við merktum svona inn það sem við vorum að sjá aðeins vera út fyrir það sem við vildum sjá. Og hérna er hæð austur, þið sjáum að það er minna magn þar. Þetta er alveg suðvesturhlið sem við erum að sjá þetta magn á grófum. Og aftur erum við að sjá tegundir sem eru úti hérna. Þær eru að koma inn. Og þið sjáum að magn svepphlutanna er líka hærra. Eitthvað spurningar með þetta? Ekki alveg að skilja þetta. Já, en maður veit ekki hvað er svona viðmiðið, þú veist, er þetta til dæmis þessar tölur, er þetta, þú veist, ef þú ert með einstakling sem er viðkvæmur fyrir svona grófum til dæmis, er þetta þá nóg til þess að hann bara sína viðbrögð við? Þú veist, ég veit ekki. Já, spurningin er hvort það vantar eitthvað viðmið hvort einhver sem er einkenni, hvaða viðmið það sé. Og svarið er í rauninni einfalt, það er ekki til neitt viðmið fyrir því miður. Bara Alþjóðaheilbrigðismálastofnun hefur ekki sett það viðmið vegna þess að við erum svo mismunandi hvað er í gangi. En við notum auðvitað allan í nágrannalöndum okkar svona vinnuviðmið, aðgerðaviðmið. Og þar er jafnvel talað 500 til 1000 grófa hverri tegund í hverjum rúmmetra. En núna erum við að tala vinnuviðmið, en þeir sem eru næmir, þeir geta alveg fundið fyrir einhverju sem er neðar að það. Er það svara spurningunni þinni? Þetta er svolítið erfitt að svara svo. Þetta er allt svona óljóst í rauninni. Við erum alltaf með einhverja áhættu. Við erum aldrei með eitthvað algjörlega á hreinu í rauninni í þessum málum. Þannig að þú getur að vissulega, en núna getum við líka bara notað okkar reynslu. Þegar við erum að taka sýni út allan bæ, þá eru þessi sýni að sýna mjög lággildi með það sem við erum að sjá. Ef það svarar einhver líka. Nema kannski þessi suðvesturhluti er aðeins að stinga í skóf. Er það þá miðað við það sem þið eru að sjá, það sem er allt bara í einhverju myglu, eða miðað við bara það sem er eðlilegt? Mér spyrir hvað er eðlilegt? Ef þú ferð inn í húsnæði sem er ekki með neinum raka og bara fullkomlega eðlilegt húsnæði, hvað væri þá eitthvað svona tölur? Eða væri bara 0? Eða hvað er eðlilegt? Góð spurning. Hvað er eðlilegt og í rauninni ef við færum í þurrt húsnæði með einhver rakaskemmtum, hvað fengjum við þá?
þá gætum við alveg eins fengið jafn mörg gróður úti og jafnvel meira eftir hvort glugginn var opinn eða hvað þú varst að gera í húsinu. Þess vegna notum við loftsýni bara sem púsl í púsluspilið vegna þess að þau eru ónákvæm, þau gefa okkur ekki nógu góðar upplýsingar, það er mjög góð spurning hjá þér. Og þegar við fáum hátt gildi í þessum sýnum þá er þetta bara vísbending. Við getum líka fengið hátt gildi með einhverjum athöfnum. Við getum líka fengið lágt gildi sem er í rauninni bara einhver loftstraumar þann tíma sem við erum að taka. Loftsýni eru háð tímana sem við tökum og hvernig þau eru skoðuð. Og það er bara eitthvað sem við vitum, þau eru takmörkuð og þau eru bara púsl í púslspil. Þess vegna verðum við alltaf að safna saman gögnunum og meta þetta allt saman. Svaraði þetta er. Þannig að þetta getur munað í hvort það er rigning úti Já. eða kvöldur inni eða eitthvað hvernig ástandi getur verið í húsinu þann daginn. Nákvæmlega. Þannig að þetta er ekki einfalt. En hérna erum við að lesa út úr þessum sýnum, bara út frá reynslu og þekkingu, að það er ástæða til að skoða betur. Ef við hefum bara tekið þessi sýni, það er strax séð, við þurfum að skoða suðvesturvitann miklu betur. En svo ætlum ég nefnilega að sýna ykkur annað með eldri deildina. Hérna sjáum við niðurstöðurnar þar. Þetta er ekki endurspegla ástandi. Þess vegna eru loftsýni svona óaðbyggileg. Þau eru að gefa okkur vísbendingar og bara hjálpa okkur. En þau segja okkur samt, þann tíma sem við tókum sýnið var ekki næstu í eitt einasta grófa ferli í loftinu. Sem er viss vísbending líka. Og að því þú varst að spyrja áðan mjög rakaskemmt slæmhúsnæði, þá erum að fá einhverju tölugildi upp í einhverju þúsundir. Bara svo þið áttuð ykkur á munum. Einhverju fleiri spurningar hér. Þetta segir sig alveg sjálft. Það kemur allan eitt í þetta sýni, þessi bæði sýni. Svo leggið þetta allt saman og úrverð. Já. Svo metið við niðurstöðurnar, Já. samanlega niðurstöður. Já. Það er það sem að þessi heildarúttekt gengur út af. Það gengur út á það. Kannski eftir að endurtaka. Já, akkurat. Gott að við sem sagt í rauninni tökum allar þessar niðurstöður, tökum það saman, setjum það í samhengi við allt sem ég var að tella upp áðan, byggingarsvæði, rakaflæði, loftleika, hvað Benni sér, hvað hann er að mæla, tökum svo sýnin og svo út frá þessu verður til einhver aðgerðaráætlun. Það er þannig sem við vinnum þetta. Og eins og ég sagði, í rauninni markmið okkar er alltaf að finna, ef við finnum eitthvað athugavert, hver er ástæðan til að geta lagað. Er eitthvað meira hér sem þið viljið spyrja? Svo er bara síðasta glæðin samantekt á því sem að þarf að fara að framkvæma og svona hvað kom í ljós, mjög gróft. Ég gæti alveg staðinn í allan dag, þetta er ekki það stór hús, en í rauninni má segja bara í fljótu bragði að eldri húshlutar eru verri ástandi en nýrri og það þarf ekki að koma neinum á óvart í rauninni heldur. En ég tala hérna aldurstengdar viðhaldsaðgerðir. Ég veit ekki hvort þetta orði til, en ég var að reyna að lýsa því að það sem við þurfum að forgangsraða í raun eftir aldri. Við förum í sumar í allar inniframkvæmdir. Við ætlum að stefna að því að fjarlægja öll rakaskemmd efni í sumar. Og ég held að við náum því. Við getum náð því, umfangi er ekki meira það. Og við þurfum að fá bara vana verktaka sem að þekkja til og þá náum við því. Og síðan þurfum við aðeins að forgangsraða ytri hjúpnum eins og þakinu og annað, hvernig við förum að því. En það er svo takframkvæmdar sem liggur mest á og eru komnar í ferli. Í rauninni leggjum við svo til að endurskoða hönnun við framkvæmdir, eins og ég sagði áðan, að fá í rauninni betra hús eftir aðgerðir og svona gróft er hægt að segja að við þurfum úrbætur í öllum úrslitum. Það liggur fyrir. Við þurfum að fara og fjarlægja rakaskemmt byggingarefni í sumar og síðan leggjum við líka til að svona til framtíðar huga að því að þessi hús eru í rauninni byggð á þeim tíma sem ekki gerð krafa loftræsingu og við þurfum að skoða það hvort við getum loftræst skólana betur og auki loftskipti og þá aukum við loftgæðin líka. Þannig að, og ég er með 2 glærur í viðbót nánar en ég var að hugsa hvort ég ætti kannski bara að henda þeim upp og leyfa svo bara spurningar í lokin. Og endilega spyrja því, af því að maður getur ekki komið allir frá sér á svona stundum tíma. Má ég skjóta henni? Já. Það voru einhver framkvæmdir á stiganum í yngri deild í vetur.
eitthvað í sambandi við þær framkvæmdir? Þú spyrð framkvæmdir í stiga í yngri deild, hvort það hafi verið á okkar vegum. Benni, það kannski? Nei, ekki beint á okkar vegum, en við erum með svona verktaka sem við bendum gjarnan á, sem við höfum góða reynslu af og hafa þekkingu á að fjarlægja rakaskinn byggingarefni á réttan máta. Það kom nefnilega fram hérna á fundi í vor að það hefði sem sagt verið framkvæmdir þar sem að menn hefði verið með grímu fyrir vitum og í búningum og verið að fjarlægja sem sagt örveru skemmt efni á skólatíma og börnin voru hlaupandi á ganginum á meðan. Já, ég skil. Það var í rauninni, þann dag var ég ekki á staðnum, ég veit ekki alveg. En sko, er þetta ekki þannig að þið ráðleggið hvað gera skuli, mælið með verktökum sem þið hafið góða reynslu af í viðkomandi verkefni, þið eru síðan framkvæmdirnar, þið eru síðan kallið til þess að fara að hjálpa okkur eftirliti með þeim og sjá hvort að árangur hefði nátt. Þetta er ekki nokkur með svona. Jú. Þannig að þið eru ekki framkvæmdar aðili fyrir ráðgjafarfyrirtæki, gefið skýrslu, gefið ráð um hvernig það skuli gert, gefið ráð um hvað verktakar ráð við verkefnið og bæri sér síðan framkvæmdina og ræður þessa verktaka. En kannski punkturinn hérna er bara, við erum að fá fagaðila til að leiðbeina okkur. Þeir leiðbeina okkur í enda allra skýrslna, kemur hvernig að útfæra ykkur aðgerðir. Svo heyrum við af því bara að það er ekki við að fara eftir þessum leiðbeiningum, passa upp á krossmynd, skerma svæði af, síla, plássa upp á loftþrýsting til að sé ekki að myndast þessi krossmynd. Það er kannski punkturinn sem okkur langar að koma framfæri. Og það er það kannski bara til ykkar sem er í framkvæmdinni. En þá er kannski spurningin til ykkar, þú veist, bara að útskýra þá kannski hversu mikilvægt það er að fara eða er mikilvægt að fara eftir þessum leiðbeiningum og hvað felst í þessum leiðbeiningum sem þið ráðleggið í skýrslunni og já, kannski það bara aðeins. Já, það er sem spurt hversu mikilvægt það er að fara eftir þessum verkferlum og lýsingum sem við hjá Eflu gefum út varðandi rakaskemmt byggingarefni. Við teljum það mjög mikilvægt af því að þú ert að lágmarka að þessi súpa sem kann að vera í rakaskemmti byggingarefnum, bakteríur, mygla, útgufun vegna þess að sjálft byggingarefni er að losna upp, að það smitist út á meðan er verið að hreinsa. Rakaskemmt þar sem hún liggur og er búin að vera í ykkur ár undir gólfefni eða inn í múr er ekki eins alvarlegt mál eins og þegar þú ert að byrja að rífa hann upp. Af því að þá getur ballið fyrst byrjað varðandi að þetta fari í loftið sem agnir út um allt. Þess vegna leggjum við miklu áherslu á að þetta sé gert á réttan máta. Maður kannski spyrja framhald að þessu. Nú, sko, hafið þið gert úttektir áður og gefið leiðbeiningar til Mosfellsbæjar lagfæringar og framkvæmdir og verklag við þær og verktaka. Teljið að Mosfellsbæjar hafi ekki farið eftir þeim leiðbeiningum sem þið hafið gert? Spurt sem sagt hvort að við teljum að Mosfellsbæjar hafi ekki farið eftir leiðbeiningum okkar. Dæmi sína það nú bara. Við erum með haldbærs dæmi bara alltaf sem gangi. Ég er að spyrja þau að því, þau eru okkar eftirlýsaðar. Ég held ekkert það. Það hefur ekki allsstaðar verið farið eftir því. Hvar hefur ekki verið farið? Eftir ég kom að því að vinna með ykkur. Hvar hefur ekki verið farið eftir því? Að mínu mati í stiganum. Á þess að sem varum að tala um hérna? Já, og líka 216, við erum að tala um að það var notað þarna í ár. Það kemur mér óvart. Ég finnst að setja hann í þessa stöð að fara að svara þessu hér og nú í beinni útsendingu. Ég vil bara segja það. Mér langar aðeins að fá að segja. Maður ég kláta, sko, það spurst um það hvort að þið teljum mikilvægt að þessi farið eftir verklagsreglum ykkar. Þá er það vantarlega verið að gefa skyn að það hefur ekki verið gert. Þá varst mér rétt að ég hef ekki upplýsingar mannað sem bæjarstjóri en að það hefur verið farið eftir öllum ykkar leiðbeiningum. Þá finnst mér rétt að spyrja ykkur á því og þið telja að svo hafi ekki verið. Já, ég svara fyrir mitt leyti hvað þetta varðar, sko. Í rauninni, ef ég má svara líka, að í upphafi þá förum við í úttekt, gefum ákveðnar leiðbeiningar og síðan erum við ekkert endilega kölluð til í eftirlit.
og ef við erum ekki kölluð til þá vitum við ekki hvernig er staðið að því og þetta er kannski eitthvað sem við heyrum bara eftir á. Þannig að hreinskils svar hjá Benna er einmitt þetta eftir að fá við fréttir að kannski hafa einhver verktaki ekki sinnt okkar leiðbeiningum. Það er þær upplýsingar sem við höfum. Og mér langar til að nota tækifæri og segja að í sumar þá erum við hérna til halds og traust fyrir verktakana sem eru að vinna hérna. Og það er ekkert nýtt, sko, við erum að sjá þetta út á allan bæ, sko. Já. Og þetta tengist bara þessari vitundavakningu og svona þessari viðurkenningu á því að þetta er raunverulegt vandamál, rakaskemmdir í húsum. Að við erum alltaf að sjá svona bara, fólk er að taka við sér og svona taka þetta traustari tökum heldur en verið hefur. Og það er þess vegna sem við erum að benda á ákveðna verktaka af því okkar reynsla er sú að það er ekki allir verktakar sem taka þetta alvarlega og við viljum ekki og það er ekki hagkvæmt fyrir neinn að standa yfir verktaka. En hafið þið gefið út einhverja leiðbeiningar eða verið einhver námskeið fyrir verktaka Já. eða einhverja fræðslu fyrir það? Við höfum verið með... En reyndist verktaka kannski ekki til áratuga kannski ekkert alveg með þetta hreinu, sko. Ég ætla ekki að góði verktakar að þeir eitthvað ekki alveg nákvæmlega hvernig það snúa sér þess. Nei, En þið hafið verið með fræðslu fyrir það? Við höfum verið með námskeið hjá Iðunni fræðslusjóður og hérna 2 daga námskeið og við einmitt leggjum til þeir verktakar sem vinni þessi verk og einmitt af þessari reynslu að því að þetta er ekki að gerast hér, þetta er að gerast á mörgum stöðum, að þeir hafi setið þessi námskeið til þess að þeir þekki þessa verkferla. Það er ástætt að gefa út vottun til verktaka til þess að vinna svona verkefni. Það er gert erlendis og gerð krafa það erlendis að þeir sem vinni við svona. Það komið til tals hér á Íslandi? Já, það er komið til tals. En mér langar að fagna þessari niðurstöðu. Við erum bara að bíða eftir henni einhverja vikur og ég veit að allir hér inni átt að segja að þetta er bara punktstaða. Viðhald húsnæðis er náttúrulega bara eilífðarverkefni og þetta er punktstaða og það tekur bara 48 tíma að mynda myglu, þannig að allir hér vita það. En ég las skýrsluna í dag og inngangurinn var ég bara jákvæð, bara heyrðu þetta lítur betur út en ég átti von á og sért síðan áfram að lesa og tala sumstað, það er örveruvöxtur og eiginlega gert lítið úr. Það voru tekið 28 sýni, byggingarsýni, úr skólanum og þetta er 8000 fermetrar. 20 af þessum sýnum sýna örveruvöxt og við erum ekki að fara yfir það hér. Þið farið yfir loftsýnin sem sýna líklega enga svörun en það eru 20 önnur sýni sem hefði mátt fara yfir í þessar kynningu sem við fórum fyrir bæjarráð í dag sem að hefði mátt fara betur yfir á þessar kynningu þannig að fólk átta sig á. Þetta er raunverulegt vandamál og þetta er í eiginlega öllum rýmum skólans, einhvers staðar leki og þetta er að hafa áhrif. Þú veist, ég tala bara fyrir einslu, sonur minn, dóttir mín, ég flutti hann til skólan, hún kom í Hækjafarskóla því hún gat ekki hugsað innan veggja yngri deildanna og hún var eitthvað fyrir framan stofu sem að var tekin hana í gegn. Þannig að það er svo gríðarlega mikilvægt að þetta sé staður rétt af framkvæmdum og að þetta sé lagað til fyrsta. Þetta er lífsins alvara. Ég er búin að segja þetta í nokkrum e-mailum til stjórnenda bæði skólans og aftur bæjarins en það þarf að taka þetta þéttum tökum, laga það sem þarf að laga og koma svo bara í lag eitt skipti fyrir öll. Það er bara það sem við erum að biðja um. Ég held ég nái ekki að endurtaka þetta allt saman. En kannski stuttu máli er að þú nefnir að við höfum farið yfir loftsýni og DNA-sýni. Við merkjum alltaf bara sýn hinn inn á teikningarnar og litina yfir henni niðurstaðan. Við förum yfirleitt aldrei yfir það. En upplifun mín á þessar kynningu, ef ég hef gert mér að lesa þessa skýrslu, það er bara allt í góti fílingi, það er ekki að ágjöra sig fyrir sumarfrí. Þannig að það sé bara, þú veist, það er rosalega mikið í rýmum skólans sem þarf að laga. Já, þá vil ég bara leiðrétta það. Þar sem eru rakaskemmdir, þar teljum við að þarfnist úrbóta í rauninni hvort sem við tökum sýni eða ekki. Þannig að þú veist, í rauninni göngum við alltaf út frá því. Kannski rétt að ítreka það að við erum ekki að fara í sumarfrí í sumar. Við erum sannarlega að fara í aðgerðir. Kannski rétt að ítreka það að við erum ekki að fara í sumarfrí í sumar og erum sannarlega að fara í aðgerðir byggðar á þessu skýrslu og þar er náttúrulega öll gögn skýrslunar til hliðsjónar og efla verður okkur innan handar með að stýra verktökunum með okkur. Þannig að við erum sannarlega að fara í bæði inni aðgerðir og líka að endurnýja þakið í fyrsta áfangunum og það er þá elsta þakið sem við ráðumst fyrst á og það er þá einmitt í samræmi við það sem
efla mæli með í þessari skýrslu hjá sér. Þannig að bara það sé alveg skýrt að við erum sannarlega að fara í aðgerðir í sumar og gerum fastlega ráð fyrir því að ná að klára það alveg frá að til. Mér langar kannski aðeins mér fannst kannski ekki alveg að Sigga vera meint að tala eitthvað jákvætt. Mér fannst hún segja skýrt á hann að það væri rakaskemmdir og raki hér og hvar. En fólk átti sig ekkert á því að það örður vöxtur í 20 ár. Já, en það sem mér langar að benda á er að vandamál sem við sjáum hérna á þessari mynd, það alls þar sem eru litir. Jafnvel í sýni eins og hérna grænt, það ekki að mælast neitt örvervöxtur hér. Samt ætla ég að mæla með því að þetta verði allt tekið upp og hreinsað. Af því að þarna rakaskemmt byggingarefni og þá komin einhver súpa af einhverjum efnum sem geta haft áhrif á okkar mati á innivistina. Þannig að það komið bara skýrt fram að umfangið meira heldur en sýnatakan segir til. Kannski bara því að við lifum og hrærumst í þessu, þá erum við svolítið komið frá því að vera að skoða sýnin svona náið. Og það var alls ekki þannig að við varum ekki að taka þau til greina. Við notuðum bara til stuðnings. En hvernig metið þið, nú eins og þú sagði, þið búin að fara og skoða 100 bygginga. Já. Þetta gamalt hús og síðan ég man eftir mér, síðan 1976 í þessum bæ, í hverju sumarfríi hafa verið verktakar upp á þökum alltaf að bytta skólanum í hverjum einasta sumar glugga sem gafst bara í stöðu viðhalda húsinu, eins og kemur í ljós að í rauninni takið þó ekki verri en þetta með í rauninni hvað það gamalt og gamaldags í rauninni að þetta starfverðin húsnæði og hér fullt af börnum og hér Ertu búin að lesa skýrsluna? galopið og ég sjálfsögðu búin að lesa skýrsluna. Það ekki mjög illa farið, sérstaklega innrýtið. Ég veit það, já, ekki grípa fram með mér. Og ég var bara svona miðað við það að hvernig svona, að þetta búið að vera mikið, þetta eins og heyrir, þetta mikið átakamál, þetta alvarlegt mál og við rauninni bærin svona setið undir því að við höfum ekki staðið okkur í viðhaldi á þessu húsnæði og jafnvel bara skólastjórarnir og það rauninni bara allt búið að vera svolítið hávær umræðan og komist í fjölmiðla át og verið svona ansi hvasst á stundum. Þannig að og nú bara komin þessi niðurstaða í málið og við bara hefist handa á og lögum það sem að þarf að laga. En svona bara, og nú ég ekki að panta neitt mat frá ykkur, ég veit að þið ekki lögfræðingar og eða neitt, þið eru bara þetta ykkar skoðun og ég bara segja okkur bara öllum sem hér inni eru, komið ykkur á byggust þetta við að vera verra eða er þetta betri en byggust eða hvernig, nú þið komið mikla reynslu að skoða svona byggingar. Fossvogsskóli bara þurfti að loka honum. Það var greinlegt að það var eitthvað hræðilegt ástand þar. Ég hef séð oft mun meira umfang rakaskemmda í húsum í þessum úttektum frá því ég byrjaði hér. Ég var sjálfur í þessum skóla, þessum hérna. Það var í algjörðu nostalgíu að skoða þetta rými og það kom mér skemmtilega á óvart að ég var búinn að lesa skýrsluverk sínar sem að tók ytri-hjúpinn, skoðaði ytri-hjúpinn á undan okkur og gaf honum ekki góð einkunn, eða allavega í yngri deild var að tala að þyrfti að ráðast í viðhaldsframkvæmdir. Það kom mér skemmtilega á óvart að sjá þó ekki meira umfang en þetta, af því ég hef séð meira umfang í byggingum. Og við vissum það að þakið var komið alveg á tíma og rauninni þurfti að skipta þak, af því að það er nýja byggingargerðir og það skipti máli öndun sé rétt í þessum þökum. Já, og líka þú nefnir að það voru smiðir alltaf á hverju sumri að viðhalda eitthvað. Nýjungin samt kannski svo að við erum farin að fara að laga rakaskemmdir innan hús líka. Það var mjög mikið bara alltaf verið að stoppa að leika og stöðva að leika. En það þarf bara að ganga lengra að okkar mati. Já, og það er kannski eitthvað sem ég vil taka fram að við búum við það, eins og ég sagði þannig, að þekkingin önnur í dag. Og við erum að taka á málum betur í dag, ég bara tala okkur öll. Og það þar með talið verktaka og alla sem eiga hluti máli. Það hafa allir verið að stíga svolítið kannski röng skref hingað til, en
maður sér alveg í þjóðfélaginu að við erum alltaf að komast á rétta leið með þetta, að fyrirbyggja og stoppa og fjarlægja rakaskemmd byggingarefni. Kannski svona, nú þið komið með þetta plagg sem bara frábært og þá kannski spurning til, við erum að fara í innanhúsframkvæmdir í Saumar og Vesturálmuna á þækinu, en gluggar, var ekki eitthvað að tala að kápan væri tekin að yngri deildinni líka, hvernig var, rifið upp með mér, hvernig var þetta útvært framkvæmdaráætlun? Já, það sem er gert í sumar er sem sagt að kápan á kennarálmunni og á bókasafninu, hún verður öll tekin og gluggum skipt út þar. Þakið að samanskapi líka tekið þar í gegn og svo er tekin hér þakið á suðvesturálmunni og efri gluggum skipt út þar einnig. Má ég líka spyrja, þarf kallar ekki bara með þessa nýju þekkingu og þessa nýju, allt þetta við erum að upplifa svolítið nýja stundir hérna á Íslandi. Ég veit að í Danmörku og ég þekki að þaðan eru stöðug myglugleraugu á búin að vera síðan 20 ár. Við erum kannski ekki akkurat þar og því ég veit að ég hafði börnin mín á dönskum leikskóla og það var bara myglað þekkjumni og það var bara, ég fekk ekki einu sinni, mér var ekki einu sinni sagt það sko, því það var bara akkur daginn þurfti ég bara að sækja á aðra deild að það búið að færa þau í tímabindi og svo bara daginn eftir voru aftur, þetta var ekki issue sko. En við erum bara einhvern veginn komin á þennan stað í dag og þekkjum þetta ekki, vitum ekki hvað þetta er og þetta er bara dálítið scary okkur finnst. En þurfa þá ekki allir að vera, ég meina líka, við erum alls konar fólk í störfum hjá okkur og það er alls konar starfsfólk skólanna, Þorsteinn þarf að fá fræðslu og við erum öll einhvern veginn bara á svona uppáhaldsreit að sjá bara eitthvað nýtt og það að gluggi í gömlu húsnæði sem við sáum að var með raka í 15 ár á gamla heimilinu mínu en í dag vitum við að það er hættulegt, en það ekki, nú þurfum við bara að passa það að fara fyrir á staði í að laga gluggana, allir. Jú, það er þekkingin sem ég var einmitt að tala, sem við erum að, og einmitt talandi fræðslu til allra, við einmitt leggjum áherslu á það að þeir sem að vinna með okkur fái svona grunnfræðslu til þess að skilja aðeins hvað við erum að fjalla af því að til þess að taka hlutin alvarlega og ganga nógu langt þá þarf maður að skilja af hverju. Þetta er allt svo nýtt og þetta er allt svo skrítið. Því er ekki að veita. Ég langar líka að spyrja almennt þegar iðnaðarmenn eru að vinna. Já. Það finnst það að þeir séu að nota rykgrímur til að verja sig fyrir svona myglu eða notaður annað, getur verið að þeir nota rykgrímur við öðru tækifæri að þeir eru viðkvæm fyrir ryki eða að þessi umræðan með rykgrímur og vinnumenn. Við erum að tala það að þetta svæði var Nei, ég er bara að velta fyrir mig hvort það getur verið að rykgrímur séu notaðar á ýmsu vegu. Ég vil bara segja að því ég er með námskeið á iðunni einmitt svona öryggi og annað á vinnustað að ég er bara mjög fegin að iðnaðarmenn eru farin að nota grímur við mörg störf. Já. En við erum að tala það að það var niðurstaða að þetta var sýkt svæði. En það kom líka fram að þetta væri þannig svæði að það væri ekki þannig áhyggjur að því það var opnað eins og sagði frá byrni. En það kom fram með minnir að það hafi verið nóg að taka dúkinn á. Það þurfti þá ekki að skjálfa það og loka það af á meðan. Það var gert í veturtíð. Ég veit ekki hvort við allir öllum miklu fortíðar. Ég held að við erum bara að læra og vinna saman og ná árangri með þeir stöðu sem við höfum í dag. Bara, mér langar til að segja eitt sem ég sagði líka við kennarana, kannski ég er í beinni útsendingu, það getur það einhver hentað upp á mig, en ég get næstu lofa ykkur því, og það er ekkert endilega eitthvað gott, að ég geti farið í hvert einasta skólahúsnæði á höfuðborgarsvæðinu sem er yfir einhverjum ákveðnum aldri og það eru rakaskemmdir þar. Ég get eiginlega lofað ykkur því, ég er í beinni útsendingu, ég gerum mig grein fyrir því. Þetta snýst það að við vitum hvað erum að fást við, bregðast við í rétt, og fyrirbyggja í framtíðinu og bregðast við síðan ef það gerir. Og þetta er eilífðarverkefni eins og einhver sagði áðan. Það að vera með hús sem stendur út á Íslandi, það er eilífðarverkefni að halda því þörfum. Má ég spyrja Benna einhvern spurningar? Já. Má ég hvort að Benedikt eða Benjamin? Benjamin. Myndir þú mæla með notkun á húsnæðinu eins og það er núna þegar þið fáið niðurstöðurnar í ljós áður en það var farið í lagfæringar og framkvæmdir? Silke er eiginlega betri í að svara þessu, en svona út frá sjálfum mér þá myndi ég
telja það í lagi. Ég sjálfur finn ekki fyrir neinum einkennum vegna rakaskemmda og það er svona megni af fólkinu sem gerir, eða svona, þetta er alltaf frekar minni hluti heldur en meiri sem að finnur fyrir þessum einkennum. En ég myndi strax ráðleggja svona bráðabirgðaaðgerðir, betri þrif, dag frá degi og reyna að lofta meira, vera með útloftun og jafnvel koma fyrir velrætni loftræsingu, svona bráðabirgða. Svona í flestum rýmum, það er náttúrulega, ég myndi ekki mæla með að neitt myndi vera hér. Eiga þið þá hægt að fela sig þetta strákarnir? Já. Já, og svo bækurnar sem koma úr þessu kampu, það er áhugavert að pæla í því. Já, ég myndi það þarf að skoða það okkar mati, alveg. Ég bara ráð fyrir því að þeim bókum sem þarna er inn í þessu herbergi verði hent. Það búið að loka þarna, alveg, það fer enginn inn. En hún kallar Það eru 900 börn hérna, þetta er stærsti vinnustaður, ég veit ekki hvað margir starfsmenn hérna, en þeir eru margir, þannig að þetta er svona, já, heilsa ansi margra í húfi. Já. Þetta er rakaskemmdir í húsum eru áhættuþáttur fyrir heilsu samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni. Rétt bara eins og við tökum áhættu í að fara í flug og út í umferðina. Og okkar mati þarf bara að bregðast á þessu, að bera virðingu fyrir þessu, að þetta sé vandamál og að þetta sé áhættuþáttur. Og vera þá með einmitt forvarnir eins og við erum með í umferðinni og fræðslu og bregðast við á réttan hátt. Þannig að við komum svona reynum að draga úr vandamálinu. En kallar þetta ekki líka bara á ný svona, þú veist, af því að okkur er alltaf andlunda hús og þetta þarf að vera í lagi og við þurfum kannski að vera bara meira vakandi yfir húskroppnum sjálfum alla daga og bara þeir sem starfa hérna og bara við umhverfissviðið og bara vera meira kannski vakandi yfir þessu heldur en að þetta sé bara að húsið lítur vel út og nú erum við bara alltaf að setja upp ný gleru og hvað þetta varðar og bara reyna að fara fyrirbyggja heldur en að bíða eftir að fá eitthvað í fangið. Algjörlega, og líka að kemur upp ný leki að bregðast bara strax við, ekki horfa á hann í einhverja mánuði og bíða fram á sumarið eða eitthvað. Þú bregðast strax við og jafnvel halda áfram, sjá hvort hann hafi valdið einhverjum skaða innan hús. Líka það, ég meina þessi dúkar sem eru á gólfum viðsvegar og meðal annars í þessum skóla, þessi lín-óljum dúkar sem eru að einhverju leyti lífrænir. Þetta er að mínum mati bara notað allt og lengi. Það eru orginal dúkar hérna í einhverjum skólastofum frá því ég var hérna í skóla. Þetta er bara bóna og bóna aftur og þetta eru sterk og góð kolvetni, ekki misskilja mig. En leið og komið raki undir þetta, þá er þetta bara ónýtt. Þannig að það má líka bara huga því, þú veist, ef það þarf að skipta einhverja búta í dúk, þú veist, er ekki bara komið kannski tími á allt rýmið, skilurðu? Þetta er bara, jafnvel bara út frá útlitslegum sjónarmiðum. Já. Má ég spyrja eitthvað svona loka? Við faglegstofunar, nú er þetta svolítið stórt issue, sérstaklega fyrir það sem er með sérþarfir og eins líka Brúaland. Hvenær eigum við von á niðurstöðum þar? Leið og opnum það ekki? Já, mér léttist hvort það. Mér létti, já. Já. Í rauninni, eins og ég sagði, við vildum ekki fresta því að koma með þessa niðurstöður, því það lág bara fyrir á föstudaginn hjá okkur og við vildum koma þeim strax frá okkur. En við erum búin að skoða það, en við leggjum til að veggir þar séu opnaðar við skoðum leið og við viljum helst ekki gefa neitt út fyrir að búin að opna af því að þetta eru, eins og við segjum, léttir veggir og það gildir bara alltaf annað við að skoða þá heldur en þessi hús. Það er bara þannig að ef við erum með létta veggi, þá getum við ekkert áætlað hvað er inn í þeim nema við opna þá. Það er þannig. Þannig við viljum helst gefa út niðurstöður þar þegar við erum búin að opna veggina. Og við leggjum til að þeir séu opnaðir og fjarlægðir rakaskemmd byggingar um leið og við skoðum. En það mun liggja fyrir niðurstaða, það er ekki málið. Það er bara, við vildum ekki bíða með þessa skýrslu eftir því. En veistu hvað hvenær það verður? Bara, það er ekki komin dagsetning, en það verður núna bara fljótlega, það verður bara opnað, já. Við hefum ekki að segja þetta bara gott, ég heyri þetta komið svolítið mikið á okkur öllum, við viljum hafa húsnæði í lagi, það skiptir okkur miklu máli og við bara fögnum því að þessi skýrsla sé komin og þau ætla að fylgja okkur alla leið, mér finnst það vera mikilvægt
Þannig að hérna allir séu svolítið sáttir og vita að hlutirnir séu í lagi. Við viljum öll hafa hlutin í lagi, það er alveg svoleiðis. Þannig að ég þakka ykkur bara kærlega fyrir komuna, gott að fá. Ég myndi gjarnan fá svar við spurningunni sem ég varpaði fram áðan, Já. ég gat ekki svarað. Komdu með hana. Hvers vegna var sem sagt ekki farið eftir leiðbeiningum það að sleppa því að nota stofuna 216 og notið í 1 ár eftir að var sagt að hún var ekki æskileg til notkunar og til dæmis sýnir okkar eru báðir búin að vera í þessu stofu í 2 ár og við erum mjög reið yfir þessu. Ekki það að það hafi fundist en bara viðbrögðin ekki læg. Mjög ósátt þessu. Getur þú svarað þessu? Við sendum strax það sem við vissum, þannig að við... Því miður að þá var þetta bara hreinlega fyrir mína tíð, að ég kom ekki að þessu máli. Ég veit að Ég get svarað þessu. Ég spurði Jóhann Hansen að þessu hérna síðasta fundi og hún svaraði mér því að þetta væri ofnotkun og lýsingarorðum í efnum. Og sterkt til orða tekið. Nei, sko, það sem ég veit þetta, og ég segi mína vitneskju það að strax og hérna þessi niðurstaða sem lág fyrir, var strax farið í það að stöðva leka og laga drenastofu. Það var gert um leið. Strax. Alveg strax í júlí mánuði árið 2017 var farið hér, er það ekki rétt um að þáttir? Það var farið hér hérna utanlandsviðgerðar á stofunni og allir lekir stöðar. Síðan voru tekin sýni í framhaldinu, þetta var sjónskoðun, þetta var ekki sýnataka í skilmáli rétt. Síðan var tekin sýni í framhaldinu, útlusti kom að í ákveðnu horni eins og kom fram til þér Benjamin áðan. Stofunni voru rakaskemmdir og hugsanlegur örðulegstur. Þar og eftir var það horn, sá hluti stofunar gjarmaðar af og það tekið í burtu. Og það voru myndir hér af því hvernig það var framkvæmt og síðan á fundinu með bekkjarfulltrúum í dag. Í framhaldi af því var síðan skipt allan gólfdúkinn, eða hluta. En sá hluti gólfdúksins sem var síðan tekinn í framhaldinu mér sagt að hafi verið þurr og hafi engin... Seinna sem að þetta var farið í meðan voru nemendur í... Ég bara að segja hvernig mér sagt frá því að þetta var gert og þannig að þetta var gert í áfram. Fyrst var stöðvað leki og það lagað, síðan voru tekið sýnataka og það var lagað það horn í framhaldinu af því. Áttar þið á því að þegar þú skermar af og tekur í rauninni rakan frá sveppnum, þá fer hann í survival mode og fer að spreyja gróum. Ég get líka fullvissað ykkur það að það var engin meining um það eða áætlun um það að gera eitthvað sem ekki átt að gera. Ef einhver mistök hafi verið gerð, sem getur vel verið og eins og hérna komið fram að það mennur að læra þessi mál, ef einhver mistök hafi verið gerð, þá það alveg verið óaðvitandi. Og ef einhver mistök hafi verið gerð, þá byggjum við innilegar afsökun á þeim. En það var enginn hér, hvorki í þessum skóla, af starfsmönnum bæjarins, sem hafði neitt annað í huga en að gera þetta að bestu getu. Þá hefðu nemendur ekki átt að vera í stofnum. Það er bara hlutur. Ég tek alveg undir þetta sem Haraldur er að segja. Það er algjörlega ljóst að við reynum að gera okkur allra besta hérna, bregðust við eftir bestu getu og viljum náttúrulega öllum vel. Til þess erum við hérna. Skiptir okkur máli að starfsfólkinu líði vel, að nemendum líði vel. Það skiptir alla máli. Þannig við erum algjörlega sammála um það hér, sem bara mér finnst hérna lykilatriði. Ég ætla ekki að hafa þennan fund lengri, ég veit við getum verið hérna fram eftir kvöldi, það vakna ýmsar spurningar, en við eigum fund aftur í næstu viku. Þannig að þá getum við kannski rætt eitthvað fleira, ef það er eitthvað sem kemur upp í hugan á milli. En allavega þakka þér fyrir góðan fund og ég er bara ánægð með að við erum hér öll að vinna saman markmiði, við ætlum að gera vel. Og endurtek það sem Haraldur sagði, ef það hefur verið gerð einhver mistök, þá þarfum við það bara. En við viljum gera vel og það er lykilatriði. Bara kærar þakkir fyrir komuna. Steinum ekki svo hundinu frá Lágaskóla líka?